Já, gott fólk. Fyrsta fyrirsættin sem ég var með fyrir ykkur í dag fengin af vísi.is, húðskammaði ráðamenn í Evrópu. Þarna verið að vísa í magnaða, sögulega ræðu sem að varaforseti Bandaríkjanna, J.D. Vance, hélt á öryggisráðstefnu í München í Þýskalandi á föstudaginn síðasta. Og það sem sláandi og áberandi í fjölmiðlum sko einhvern veginn áherslur fjölmiðla á það sem að J.D. Vance sagði ekki í neinu samræmi við áherslur hans í ræðunni. Það ótrúlega sláandi að sjá hversu mikill munur þar á. Fjölmiðlar hafa eins og ráðamenn í Evrópu kappkostaði að mála þetta upp sem einhvers konar hatursorðræðu og stuðning við hægri öfgaöfl og nýnasisma og eitthvað svona sem bara algjör þvættingur. Og þess vegna hef ég sagt að það mjög mikilvægt að hver og einn horfi á ræðuna sem ekki nema 19 mínútur að lengd og dæmi fyrir sig, en ekki að lesa bara umfjöllun RÚV og íslenskra fjölmiðla þetta. Reyndar, og ég segi sjálfur frá, ágætis greinum þetta inn á nútíminn.is sem birtist núna í morgun, mæli eindrið með lestri á henni, en þið fáið ekki raunverulegt inntak ræðunar í íslenskum fjölmiðlum. En hér vísir fréttin, hún samt svona, hún hleypur yfir margt af því sem hann sagði. J.D. Vance varaforseti Bandaríkjanna hellti sér yfir leiðtoga Evrópu á öryggisráðstefnu í München í Þýskalandi, það rétt. Menningar átök voru Vance efst í huga og talaði hann lítið öryggi á ráðstefnunni. Menningar átök, einhverju leyti fjallaði það, en hann var aðalega að tala hvernig ráðamenn í Evrópu og tíndi til mörg dæmi úr mörgum Evrópuríkjum hafa verið að ráðast gegn grunngildum vestræns samfélags sem að Bandaríkin og Evrópa hafa haft sameiginlega hingað til, sem tjáningafrelsið. Og að það sé í auknum mæli ekki hlustað á vilja kjósenda. Hann benti til dæmis réttilega á þessari öryggisráðstefnu þar sem hann talaði, að þá væri fulltrúum stjórnmálaafla boðið, en ekki þeim sem eins og hann sagði, kallaði popúlískir flokkar bæði á vinstri og hægri skalanum. Til dæmis AfD, Alternative for Deutschland flokkurinn, sem með yfir 20% fylgi í skoðanakönnunum og mun að öllu líkindum vinna mikinn kosningastíður í næstu kosningum. Honum var ekki boðið á svo öryggisráðstefnu. Og það þegar hann segir þetta upp í pontu þarna fyrir fram að ráðamennina, þá sitja allir út í sal og þeir vita alveg upp á sig skömmuna. Þetta fáránlegt að fulltrúar 20% kjósenda í landinu fái ekki aðvild að svona samtali eins og þarna Meðal annars sakaði evrópska ráðamenn að hunsa vilja þjóða sinna, snúa úrslitum kosninga, hunsa trúfrelsi, að gera ekki nóg til að stöðva flæði flótta og farandfólks. Hann gagnrýndi þá einnig fyrir viðhorf til þungunarrofs. Þetta hann gagnrýndi þá einnig fyrir viðhorf til þungunarofs og sakaði Evrópu að hafa fjarlægst við hefðbundið gildi. Hann gagnrýndi engan fyrir viðhorf til þungunarofs. Hann hins vegar gagnrýndi að fólk skyldi hafa verið handtekið fyrir að biðja þögglar bænir fyrir utan þungunarofsmiðstöðvar. Já. Hann tók sérstaklega dæmi það. Það fólk sem hefur setið bara og verið að biðja og svo kemur lögreglan, hvað þú að gera? I'm praying. Og hvað þetta að biðja þá var einhver sem lýsti því að hann var að biðja fyrir ófæddu barni sem að hann og kærastan hans eða fyrirverandi kærastan hans hefðu fóstureytt fyrir 5 árum síðan eða svoleiðis. Þegar hann var handtekinn, slengt á hann mörg þúsund evru sekt. Wow. Og þetta J.D. Vance að gaggrina. Hann gaggrina árásina á tjáningafrelsið og hugsunarfrelsið. Það fólk megi ekki einu hugsa lengur. Rangar hugsanir. Já, svo megir ekki vera þeirri skoðun að fóstureyng sé slæm eða ægi ekki að gera hana sem mátt klálega. En hann talaði ekkert viðhorf ráðamanna til þungunarofs. Hann var bara að tala að það sé verið að banna fólki að vera ósammála því sem að gerast í þessum málum. Vance fór einnig gagnrýnum orðum þá ákvörðun Hæstaréttar í Rúmeníu frá því í nóvember að fella úr gildi úrslit forsetakosninga þar á landi. Og mjög svo hægri sinnaði maður vann þær kosningar. En hann var sakaður að hafa hagnast á ólöglegri áróðusherfer sem talin eiga rætur í Rússlandi. Þetta rétt, það var sem sagt ógild lýðræðisleg kosning af því að kommissörunum þarna, þeim líka ekki niðurstaðan af því að það var svona hægri popúlískur maður fólksins sem að sigraði kosninguna
og þá var þetta ógilt og talaði að auglýsingar sem hefðu verið keyptar af einhverju rússneski bottar hefðu haft áhrif á umræðuna í kosningum. Já, bara Russiagate Já, einmitt. Þetta nákvæmlega sama á að nota gegn og logið upp á Trump á sínum tíma og þá einmitt reynt að koma í veg fyrir að, og núna verið að koma í veg fyrir að þessi mjög svo hægri sinnaði maður sem stórhættulegi maður að hann fá að bjóða fram aftur og þetta auðvitað mjög rétt hjá J.D. Vance. Það fáránlegt að í Evrópuríki, NATO-ríki séu ógildar kosningar af því að réttrúnaðinu mislíki hvað fólkið kaus í raun og öðrum. Einmitt Boris Pistorius, varnarmálaráðherra Þýskalands, gagnrýndi ummæli Vance harðlega þegar hann steig á svið. Hann sagði að Vance hefði dregið raunverulegt lýðræði í Evrópu í efa. Hann talar útrýmingu lýðræðis ef ég skil hann rétt. Hann að líka aðstæðum í Evrópu við þar í allræðisríkjum? Það er óásættanlegt. En það er nákvæmlega það sem þetta er. Þegar að stjórnvöld eru í auknum mæli farin að tróða á tjáningafrelsi og handtaka fólk fyrir tjáningu eða birta einhver mím eða skopmyndir á Facebook, að þá eru þið farin að líkjast allræðisríkjum. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stutt brot úr Harmageddon. Við minnum á að það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe á YouTube-brásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullri lengd þá ferðu inn á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.